Komið sæl aftur. Ég held að ég sé að fá einhverja hringingu hérna. Það hún Fjóla Sigríður Stefánsdóttir sem ætlar aðeins að segja mér frá mömmu sinni sem var að deyja núna í október úr krabbameini sem langaði alla sína tíð að búa til einhvers konar matreiðslubók, kannski aðallega í gríni. Hvernig var þetta, Fjóla? Segðu mér aðeins frá þessu. Hún grínaðist mikið með þetta og mig langar að gefa út allt sem að hún skildi eftir sig og láta draum hennar rætast og þannig með ljúka eða fá í rauninni að kveðja hana almennilega með því að gera þetta fyrir hana. Þið voru nánar, það ekki? Jú, hún var mín besta vinkona, algjörlega. Og hvernig var þetta? Hvernig þetta búið að vera? Hvenær greindist þú með krabbamein og hvernig kom þetta allt? Hvernig hafði þetta áhrif á þig? Hún greinist fyrst þegar ég 5 ára gömul með hvítblæði og einhvern veginn þá nær hún að sigra það og svo 2008 byrjar aftur og hún greinist þá með ristilkrabbamein og þar eftir það þá í rauninni fer þetta bara að kikka inn koll af kolli, sem sagt alltaf ný mein og eitthvað alltaf nýtt. Og mamma tók það svolítið fyrir sig að takast á við þetta, þá eldaði hún. Hún eldaði? Hún eldaði til þess að dreifa huganum og til þess að takast á við þennan sjúkdóm sinn. Og stundum fór það út í öfga af því að stundum vorum við einar heima, bara 2, en hún var búin að elda kannski fyrir 30 manns. En þá fór hún bara í einhver karakter og bara framleiti og þar með leiðinni betur og komst svona í gegnum þetta allt saman. Og hvernig þetta svo, þetta var hennar draumur, segirðu, að búa til matreiðslubók? Já, jú. Hvernig var þetta síðan þegar hún deyr og hún ekki uppfyllt þennan draum? Hvað var það fyrsta sem þú hugsaðir? Það fyrsta, ég átti samtal við mömmu stuttu áður en hún deyr og spyr hana nánar út í þetta. Og ég segi við hana að mig langi að gera þetta og hún sagði við mig að hún myndi treysta mér 120% til þess að gera þetta. Og af því að ég hef haft litla trú á sjálfri mér, þá ýtir þetta mér út í það að ég get gert þetta fyrir hana og ætla mér að ljúka því fyrir hana að gera þetta. Er þetta búið að vera verkefni seinustu mánuði eða hvernig þetta búið að vera hjá þér? Já, þetta alveg búið að vera, ég náttúrulega búin að vera svolítið lengi að því ég hélt kannski að þetta myndi kannski ekki heilla fólk að ég myndi gefa út svona bók. Þannig að ég spurðist fyrir og fékk rosalega flott viðbrögð frá fólki sem vildi endilega að því að þetta verður náttúrulega svolítið frábrugðin öðrum bókum þar sem að ég ætla svona að koma inn á hennar sögu og svona aðeins þannig að þetta verður svona smá öðruvísi bók og skemmtileg. Og já. Já, en hvað draumurinn svo? Draumurinn að gefa út þessa bók 21. nóvember 2021 þar sem hún hefði orðið 70. Og draumurinn náttúrulega að reyna að selja eins margar bækur og hægt en ég þegar komið með rosalega góð viðbrögð og rosalega spennt fyrir þessu. Og hvernig ertu að ná að gera þessa bók? Ertu bara ein í þessu eða eitthvað með þér? Ég í rauninni ein, en að sjálfsögðu ég með rosalega mikið af fólki í kringum mig sem að hjálpa mér og náttúrulega segja mér alls konar sögur og svoleiðis af mömmu sem að nýtast mér rosalega vel.
og annars ætla ég mér að reyna að gera þetta bara sem mest sjálf og en að sjálfsögðu fæ ég rosalega góða aðstoð. Og hvernig tengist þetta svona sorgarferlinu sem þú ert að gangi í gegnum þegar býst við seinustu mánuði? Það svolítið því að ég svolítið föst í því slæma sem hefur átt sér stað. Sem sagt, áföllin eftir áfall og það í rauninni eina sem að ég man. En mér finnst svo leiðilegt að minnast mömmu svoleiðis af því að hún hafði svo margt annað að þetta mun hjálpa mér að svona kveðja hana almennilega og leið heiðra minningu hennar og að fólk geti munað hana ekki sem krabbameinssjúkling heldur bara konu. Frábæru konuna sem hún var. Já, algjörlega. Já, þetta voru falleg lokaorð. Ég verði mér að segja bless í bili, en takk kærlega fyrir að segja okkur söguna. Stutt í lokin, hvernig ertu að safna fyrir þessari bók? Ég sem sagt að safna fyrir henni í gegnum Karolínufund og það hægt að heita á verkefnið eða kaupa bók eða bækur. Og við hvetjum að sjálfsögðu alla til þess að gera það. Ekki? Jú, ég er rosalega þakklát fyrir það. Já, takk kærlega fyrir þetta og gaman að spjalla við þig. Og ég hlakka til að fylgjast með þessu. Takk sömuleiðis.